Ertu í stríði við þessa blaðamenn? Nei, ég er stríðið við vinnubröð. Þú veist, ef ég myndi hitta þá, ég myndi ekki labba að þeim og gefa þeim á kjaftinu og meina það. Það er ekki þannig. En hvað myndirðu segja ef að þú sætir hérna andspænis Þóru Arnórsdóttur og Helga Seljan og þið væri bara með rjúkandi kaffibólla hérna og það er ekki auðvegt. Hvað myndirðu hvað myndirðu ræða við þau? Fjölmiðla. Já, fjölmiðla. Þú veist, út af hverju ekki, ég er margbúin að skora þau. Ég er búin að bjóðast 4 sinns að fara í bjastæti. En þið myndir ekki fara að ræða um fjölmiðla. Hvað myndirðu segja við Þóru Arnórsdóttur ef þú sætir fyrir framar hana? Fórst ekki aðeins við strikið Þóra? Ég held að það er svona kannski fyrsta setningin. Ég hef reynd að forðast af Frosti að gera þetta persónulegt og það er svo skrítið að ég var að ræða við dóttur mín í gærkvöldi og sena ég var að fara til þín og ég var að lesa upp úr greinin hans Kristins þú veist það sem hann var að segja og hún leit svona á mig og segja pabbi, því bjóðum hún ekki bara í kaffi ég sagði já, það var alveg ég veit að þetta er allt, þú veist gott fólk, sko, Þóra Arnórsdóttir, Helgi Seljan og Kristinn Hrafnsson, og það er svona stundum eins og manni líður svona, akkur getur þetta fólk ekki sest niður, hist og tala saman, sko, það er svona, að manni líður svolítið eins og skilnaðabarni, sko, sem að skilur ekki fyrir mamma og pabbi get ekki tala saman. Til þess að það geti gerst, þá verða þeir að sætta sig við það og hætta að gera sig að fórnálömbum út af byrlunni. Þeir eiga ekki aðild að henni. Það þarf ekki að ræða hana. Nei. En telur þú að Þóra Arnórsdóttir hafi vitað að eiginkonaðin fyrrverandi hafi ætlað að setja eitthvað út í bjóriðin og gera þau óvígandi þess að ná af þér símanum og koma til þeirra? Viltu algjörlega hreinskilið svar? Algjörlega hreinskilið, takk. Nei. Ég held að Þóra Arnórsdóttir hafi ekki vitað hvað gerðist áður hún fekk síman í hendurnar. En hún vissi síðan einhvern tímapunkt að þú væri á spítala og meðan að síminn var upp í æstari. Þú fékkst það á upptöku og ég fekk að heyra það reyndar. Hún sem sagt mín fyrrverandi viðurkenni það að Þóra og Helgi hafi vitað það og ég held að það sé kannski þyngsti bagginn hjá Þóru að bera að hafa ekki staldra við á þeim tímapunkti og hugsa hvað gerðist. Áttu við að það hefði farið henni betur að segja þá, herru, stopp, við skulum bíða með þetta, svona sjá hvernig þessum manni vegnar á spítalanum kannski eða allavega áður en að við förum að senda þetta áfram á Kjarnan og Stundina og hreinlega bara, herru, þetta er of alvarlegt, við getum ekki nota þetta efni sem við fáum hér það sem að það er fengið með þessum hætti, það er maður sem er leikurinn á gjörgæslu. Já, ég held að það sé nú bara þannig, ég held að nú sko ég held að enginn í þessum hóp sé illur. Illa innrættur. Já, ég held að þau hafi talið sig vera að gera eitthvað skúb en það sem að kemur á óvart er að Þóra RÚV birtir enga fréttir upp úr sem að segja mér kannski Þóra þannig að þetta væri ekkert en einhver annar tók við stjórnuninni. Ég held að ég svona sko Já, það er annarkvort það eða hún hafi metað sem svo að þau gætu ekki unnið úr þessu fréttaafurðir af því að þau vissu hvernig þetta var fengið en gætu hins vegar komið þessu sem milliliður á einhvern annan aðeila sem myndi ekki vita hvernig þetta var fengið. Nú erum konið aldrei langt í fabulunum. Já, ég er svona bara að átta mig á sko, hvernig þetta gæti mögulega hafa þróast með þessum hætti. Já, ég sko, það er akkur þetta, Frosti, sem ég langt að vita. Og ég mun ekki hætta. Þó Kristinn Hrafnsson skrifir sko 10.000 orða grein á morgun, þá mun ég ekki hætta. Ég mun aldrei hætta fyrir ég veit hvað kom fyrir. Já, og hvernig
getur vita hvað kom fyrir, það að þetta fólk tali það er eina leiðin til þess að þú fáist þess að hætta.